Elvar, hvernig svona staðan á þér og hvað að hrjá þig? Það hérna vinstri rassvöðvinn, hann tóknaði smá í honum næst síðasta leiknum. En þetta var bara svona smávegis tóknun, þannig þetta er svona 2-3 vikur og ég ætti að vera klár fyrir mót. Þetta ekki djúpt þannig að þú hefur ekki stóra áhyggjur á þessu þannig? Nei, þetta var bara svona yfirborðstóknun, svona fyrsta gráða tóknun eins og þeir segja og þannig ég hef engar áhyggjur af þessu. Vonandi byrjar maður eitthvað að sprikla hann í næstu viku og þetta ætti að vera gott eftir smá. Já, þannig að þú ert í öruggum höndum innan fjölskyldunar? Já, það er veistla að vera með pabba sem sjúkraþjálfara og maður er í meðhöndlun allan daginn og allt til þess að vera klár fyrir móti. Og það er hálfum mánuður í þetta það bil, þannig að þetta hefst svona og auðvitað vilja menn alltaf gera betur heldur en síðast, er það ekki? Jú, klárlega og okkur fannst við ekki ná okkur markmiðum á síðustu móti og við ætlum bara að koma tvíhaldið til leiks og gera betur á þessu móti. Og það er allir möguleikar fyrir hendi til þess? Jú, en fyrst og fremst ætlum við að vinna þennan riðil og það er bara okkar markmið. Og svona þessi daga núna og hérna heima og síðan tekur Svíþjóð við áður en þið farið til Króatíu. Já, það verður bara 2 flottir leikir við Svíþjóð og þá fáum við aðeins bara æfingarleikir, bara flott að fá æfingarleikir við svona sterkt lið og það verður bara gaman. Má ekki búast við að þú svona haldið þig til hlés í þeim leikjum? Það kemur bara ljós í næstu viku hvernig ég fíla mig og hvernig meiðslin eru, þannig kemur ljós næstu viku. Ég veit það ekki ennþá en vonandi verð ég með í þeim leikjum.